Lykkjufjöldinn í fyrstu umferð af öldumunstri 2 verður 77 lykkjur og þær ganga þannig upp að munstrið er samhverft í báðar áttir alveg í blábyrjunina. Við byrjum á reit 1 þegar við erum búin að prjóna snúrukantinn og taka úr hér. Þá byrjum við á því að gera einfallega 2 sléttar og prjónum 3. lykkjuna snúna. Svo gerum við 2 lykkjur sléttar og tökum næstu lykkju óprjónaða með bandi fyrir framann. Það er vaffið með punktinum. 2 sléttar og förum aftan í þessa svo hún verði snúin og 2 lykkjur slétt og prjónum með band fyrir framann. Endurtökum þetta, alltaf til skiptis snúin slétt og 2 sléttar og svo óprjónuð með bandi fyrir framann. 2 sléttar snúin og 2 sléttar óprjónuð. 2 sléttar snúin, 2 sléttar óprjónuð. Sléttar, snúin, 2 sléttar óprjónuð, 2 sléttar snúin, 2 sléttar óprjónuð. Þessi taktur mun gera það að verkum að það verða gárur eiginlega á hinn veginn. Þessi óprjónaða hérna, hún er prjónuð snúin frá röngunni, slétt. Við erum að gera eiginlega alveg sama munstrið, bara aðeins á misvíxl frá ólíkum hliðum. Sú sem er snúin hérna, hún verður að svona kambi hér og það plíserast með kambin í þessa átt til okkar hérna, að réttunni. Sú sem er tekin óprjónuð hér, hún plíserast í hin áttina, þannig að hún brettist yfir á rönguna. Þannig við erum að búa til svona svolítið harmonikamunstur eins og krumpað blað eða origami. Hér var ég að gera, skulum við nú sjá, óprjónuð 2 og snúin 2 og óprjónuð. Þannig ég held áfram hér í þessu sama munstri. Við skulum bara klára það út á enda. Snúin, 2 óprjónuð og það er alltaf 2 sléttar frá báðum hliðum sem að mynda garðaprjónskant hérna á milli. Þessi átti að vera snúin, 2 og óprjónuð, 2 og snúin, 2 og óprjónuð, 2 og snúin, 2 og óprjónuð, 2 og snúin og við endum á 2 sléttum og svo snúrkanturinn. Frá röngunni þá er ég að gera nákvæmlega sömu aðferð nema hún er bara flutt aðeins til á prjóninum. Af því að sú sem var óprjónuð verður núna snúin og sú sem var snúin verður núna óprjónuð. Hér ger ég 2 sléttar. Hérna var ég með snúna, þá er hún tekin óprjónuð með bandið núna yfir á rönguna fyrir framann. Prjóna þessar 2 og þessi hérna verður snúin. Prjóna 2, óprjónuð, 2, snúin. Þannig að takturinn er alltaf svo sami og við erum að búa til brot, má segja. Þess að við séum að strauja brot í efnið. Gerum þetta svolítið plíserað. Það sést í raun og veru ekki fyrir að við erum komin svolítið áleiðis. Það þarf svolítið lengd til að það byrji svona að koma almennilega í ljós. Ég ætla að halda áfram og við bara höggvum af munstrinu þeim megin sem verður með úrtökurnar. Það er bara að éta svo svolítið inn í munstri frá þeirri hlið og að öðru leyti prjónum við núna í svolitla stund með lit 2. Alltaf sami ritminn, bara passa sig á því
að þessar rákir sem við erum að búa til að það liggi alltaf eins í þeim. Við erum alltaf að gera það gagnstæða í hverja súlu frá réttu og röngu. Ef hún er óprjónuð frá réttu þá er hún prjónuð snúin frá röngunni og öfugt. Sjá, núna er ég hér með eina óprjónaða, 2 þessi snúin. Þannig núna var bara 1 og svo snúin og 2 og óprjónuð og 2 og snúin og 2 og óprjónuð. Og óprjónaða bandið, það hjálpar líka til við að toga saman þetta brot sem við erum að búa til og þrýsta óprjónuðu lykkinu svolítið fram frá bandinu. 2 og snúin, 2 og óprjónuð, 2 og snúin. Svolítið áleiðis, þá sjást skýrt þessi brot sem koma í efnið. Þetta er skemmtileg áferð. Það eru svona öldutoppar og öldudalir hérna. Við gerum alls með þessum lit 60 umferðir. Bara frítt fram af þessu sama munstri og höldum áfram að taka úr hér og búa til þennan fláa. En ég sé ykkur þegar ég kom með 60 umferðir eða 30 garða. Þá er ég búin með þetta öldumunstur 2 og þegar við erum búin með 30 garða eða 60 umferðir þá eiga að standa eftir 48 lykkjur milli snúrukantana. Og við sjáum það á því að þetta gengur upp í 6 og við endum á miðlykkjunni hérna frá röngunni. Ef þið eruð ekki á þessari tölu, þegar hér er komið sögu, þá mæli ég með að þið stillið það þannig af að þið séuð með 48. Það gæti þurft að fækka 1 garð eða fjölga 1 eða eitthvað slíkt, en það væri mjög fínt að hafa núna hérna 48 upp á framhaldið. Ég hef áður nefnt að það getur alveg skeikað einhverju, þetta eru margar úrtökur hérna hjá okkur, einhver getur gleymst og það er allt í góðu því maður getur alltaf rétt sig af seinna. En núna kemur millikafli úr lit 3 og hann er án beygju. Hann byrjar bara á því að gera 1 garð fram og tilbaka, síðan koma munsturgarðarnir 3, annarkvort með lykkjumunstri eða hnútamunstri, þið ráðið því eins og áður. Og þegar þessar 6 umferðir eða 3 garðar með munstrum í eru búin, þá gerum við 1 garð í lokin með lit 3. Ég ætla að vinda mér í þetta og kem tilbaka þegar ég er búin að því. Ég valdi að gera hnúta og þeir eru hér og 1 garður á undan og á eftir og nú eru 43 lykkjur á prjóninum. Við slítum lit 3 frá og við ætlum að nota lit 4 í síðasta kaflanum og hér kemur svolítið skemmtilegt eistneskt útprjónsmunstur sem heitir vikkel og felst í því að gera 2 lykkju kaðla og við gerum þá í annarri hverju umferð sem verður til þess að lykkjurnar virðast skríða í aðra áttina yfir flötinn og vikkel heitir stundum traveling stitch eða spor sem ferðast. Og við ætlum fyrst að láta það ferðast til vinstri og í fyrstu umferðinni eru 42 lykkjur á prjóninum fyrir utan snúrukanta. Og við byrjum strax að gera vikkelmunstrið og við erum alltaf að vinna með 2 lykkjur í einu og við ætlum að láta þessa lykkju lenda ofan á sem við gerum þannig að við förum aftan í lykkju númer 2 á prjóninum, prjónum hana án þess að hleypinni 1 eða neitt, svo tökum við fremri lykkjuna og förum framan í hana og prjónum hana slétt líka. Og nú erum við búin að víxla lykkjunum og hleypum þeim fram af prjóninum og hér liggja þær á víxl. Gerum nákvæmlega það sama við næsta par, prjónum aftan í seinni lykkjuna, framan í þá fyrri og látum þær báðar fara í einu fram af prjóninum. Gerum þetta aftur, aftan í, framan í og sleppa. Og þannig prjónum við umferðina á enda og á bakaleiðinni þá prjónum við allar lykkjur
brugnar, þannig þær verði sléttar frá réttu og svo í raun endurtökum við þetta bara aftur og aftur. Og vegna þess að við erum að taka úr hérna að þá hliðrast umferðin alltaf eina lykkju, þannig að þessi pör sem ég er að vinna með núna, að þau klofna í önnur 2 pör í næstu vikkalumferð. Sýn ykkur það þegar ég er búin að gera þessa umferð út á enda og prjóna tilbaka frá röngunni, þá sýni ég ykkur hvernig næsta umferð snýr við okkur. Þá er ég búin að prjóna öll pörin nema það síðasta og klárum það, förum aftan í seinni lykkjuna framan í þá fyrri og prjónum snúrukantinn og snúum svo yfir á rönguna. Og á bakarleiðinni prjónum við allar lykkjur brugnar. Sem leið liggur. Og næsta umferð, eins og ég sagði, gerum lausan snúrukant og eina úrtöku. Þá erum við búin að fjarlægja fyrri lykkjuna í fyrsta parinu. Þannig að önnur lykkjan í fyrsta parinu verður fremri lykkja í nýja parinu í þessari umferð. Og þessi lykkja var svo sem fór yfir í snúningnum og hún heldur áfram að fara yfir hér sem lykkja númer 1 og þar með förum við að sjá skriðið skýrar til vinstri. Þannig við höldum áfram að víxla lykkjónum í þessum 2 lykkja kaðli sem við erum í raun og veru að gera. Og þegar framlíða stundir þá sjáum við skýrar hvernig þessar lykkjur eru að ferðast á ská yfir myndflötinn. En það verða til hérna gárur á yfirborðinu í þessum síðasta kafla. Og við ætlum að gera þetta 14 sinnum eða 28 umferðir. Þannig að við erum að víxla í fyrri umferðinni. Hérna sést svolítið skáin vera að byrja að myndast. Og við víxlum á réttunni og prjónum allt brugðið á leiðin tilbaka. Ég er núna í 3. umferð og við ætlum að gera 28 eða 14 víxl sem lenda til vinstri. Sé ykkur þegar ég er búið með það. Það er rétt að taka það fram að í annarri hverri víxlumferð þá endum við á einni sléttri. Að því við víxluðum pörunum og þá verður ein eftir hér. Og við prjónum hana bara staka. Þannig að í annarri hverri víxlumferð þá eru pörin jöfn og endar á því að snúa hérna á endanum. Og í hinni að þá verður úrtakan til þess að það verður ein stök eftir og við prjónum hana bara staka. Sé ykkur eftir 28 umferðir. Þá er ég búin með 28 umferðir. Það er ágætt að telja þær bara hér. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sem þýðir að ég er búin að gera 14 umferðir fram og tilbaka sem eru þá 28 alls. Og mjög greinilegt að munstrið skríður hérna til vinstri. Og nú ætlum við að gera þveröfugt. Við byrjum á sama hátt og alltaf með snúrukanti með úrtöku og núna ætlum við að láta lykkjurnar ferðast í gagnstæða átt til hægri og þá þarf vinstri lykkjan að lenda ofan á þeirri hægri og við ætlum að láta þessa sömu verða ráðandi sem er ofan á hér sem þýðir að við prjónum fyrst eina staka og síðan ætla þessar 2 að vinna saman. Og þegar maður gerir víxl til hægri þá förum við fyrst í gegnum báðar lykkjurnar saman eins og maður sé að prjóna 2 saman til hægri nema við tökum þær ekki fram að prjóninu. Heldur prjónum við fremri lykkjuna aftur staka og þá mega þær fara. Og núna eru þær búnar að víxlast, gerum þetta aftur, 2 saman, bara fremri og fram af.
2 saman og fremri og fram af. Og þetta endurtökum við út umferðina á þeim pörum sem eftir standa. 2 saman til hægri, 1 stök, gegnum báðar, gegnum fremri. Áfram gakk. Og hér kemur síðasta parið og nú stendur eftir 1 stök hérna og við prjónum hana líka staka. Og gerum síðan þessar 3 í lokin. Snúum yfir á rönguna. Rangan alveg með fallega áferð líka. Og við gerum það sama á áðan að prjóna allar lykkjur brugðið á bakaleiðinni. Og svo snúum við aftur yfir á réttuna. Þá erum við komin hér út á enda. Og næsta umferð frá réttunni byrjar eins og svo á undan með snúrukanti og úrtöku. Og þá erum við aftur í sömu stöðu að taka 1 staka og svo pör út umferðina. Gegnum báðar og gegnum 1. Báðar á fremri. Þegar þessi umferð er komin þá sjáum við svolítið hvernig lykkjurnar ferðast núna og halla til hægri. Og núna erum við með 1 par hérna á endanum. Svona. Og prjónum síðustu 3. Og svo endurtökum við þennan leik aftur og aftur. Og við sjáum að lykkjurnar eru búnar að beygja og fara núna að halla sér yfir á hægri hliðina. Við gerum aðrar 28 umferðir. Fyrstu hölluðu til vinstri, nú hallaðir til hægri í 28 umferðir. Ég sé eitthvað þegar ég er búið með það. Svona lítur þetta út, hefur búin að fara 28 umferðir til vinstri og 28 umferðir til hægri. Og hér erum við eftir 15 lykkjur og við ætlum að gera 28 umferðir í viðbót eins og við byrjuðum á. Halla sér satt aftur til vinstri. Og við byrjum á því að gera snúrukantinn með úrtökunni. Og nú ætla ég að láta þessa hérna fremstu skríða yfir. Þannig við byrjum bara strax eins og í upphafi á því að gera víxl til vinstri og klárum þau pör út á enda. Umferðirnar farnar að styttast hraustlega. Aftan í aftari, framan í fremri var munstrið hér. Aftan í aftari og framan í fremri. Og svo eigum við bara snúrukantinn eftir hérna. Og það er það sama og áðan að allar lykkjur eru brugnar frá röngu. Þessi síðasti þriðjungur hér er fljótlegastur. Það gefur augaleið með fæstar lykkjur. Ég ætla að koma tilbaka þegar ég er komin svona að endanum og fylgja ykkur í gegnum hann. Sjáumst þá. Og nú snýst aftur beygjan hér. Ég er komið þangað að það eru 3 lykkjur eftir hérna í miðjunni, sitt hvorum megin við snúrukantana.
og held áfram að þá eru hérna eftir 2 eftir úrtökuna. Ég víxla þeim. Sí svona og prjóna snúrukantinn. Og prjóna þessar 2 brugnar á leiðin tilbaka. Svona. Og hér kemur úrtaka. Og ein eftir hérna sem ég prjóna. Og snúruna. Prjóna þessa einu stöku síðustu brugna og svo er það síðasta umferðin frá réttunni þar sem að við prjónum snúrukantinn saman við þessa síðustu, það er síðasta úrtakan. Svona. Og þessar 3 líka hér. Núna eigum við bara snúrukantana 2 eftir og þá ætlum við að lykkja saman. Og við þurfum að ná að snúa þeim þannig að þeir falli saman á þennan veginn. Þannig að ég ætla að taka annan prjón. Ég ætla að taka annan prjón, færa þennan snúrukant yfir á hann og láta þennan vera hér. Þannig að hann snúi svona og það sé opið í þessa áttina prjóninn. Og svo sný ég hinum þvert á móti og þá sjáum við að lykkjurnar eru hérna í beinni línu og koma svo í beinni línu hérna yfir. Þannig að við snúum svona mögunum saman, ekki bökum saman. Búin að slíta hérna frá með hæfilega langan enda fyrir frágang og ég er með stoppnál og það er ekkert annað að gera en að þræða hana. Og mér finnst best við að lykkja svona saman að halda bara þessum prjónum hérna hvorum á móti öðrum og ég ætla að fara aftan frá og upp í þessa hérna lykkju. Sjá, hún snýr svona aftan frá og upp í þessa og ég hleyp henni fram af. Gera það sama hinum megin, fer innan frá og upp gegnum þessa og tek hana fram af líka. Svo fer ég ofan í þessa, utan frá og innan frá upp í næstu, tek hana fram af. Dreg í gegn og ég finn lykkjuna sem ég var í áðan hér. Og lykkjan sem ég fór í áðan hérna megin, hún er hér. Við sjáum það á bandinu hérna og þá er þetta lykkjan. Og ég fer framan, eða sérst utan frá inn í hana og innan frá upp í næstu. Hleyp henni fram af og dreg í gegn. Þá er ég búin með 2 og ég get fundið hina lykkjuna alveg eins með millibandinu hér. Hún er hérna, þá eru 2 saman hér. Hérna er bandið og hérna er lykkjan mín. Svona, hún er hér. Fer í hana hérna utan frá og inn, innan frá og upp í gegnum þessa. Dreg í gegn. Þessi prjónn er búinn og þá er bara prjónnin farinn og þá er ein eftir og finnum hérna millibandið, þetta er lykkjan. Fer utan frá inn í hana og innan frá upp í þessa. Svona, þá er ég búin að sækja alla lykkjurnar nema ég ætla að fara í þessa síðustu ofan frá og inn. Svona,
Og ég ætla að gera það sama hérna. Ég ætla að fara í síðustu lykkjuna hér. Hún var hérna, ofan frá inn í hana. Svona. Þá er ég búin að lykkja saman alla leið hérna upp á toppnum. Og við bara drögum þetta saman. Snildinu við snúrukanta er að það er svo auðvelt að ganga frá endum. Maður í rauninni bara kannski tekur nokkur skref svona hérna til að festa svolítið. Þvers og kruss. Og svo er ekkert að gera annað en að stinga hérna inn í og í raun og veru þræða nálina innan í snúrukantinum. Svona hæfilega langt og draga bara hér í gegn. Og þá get ég klippt hér og þá er ég búin að fela endan. Og þetta er frágangurinn á þessu horni. Og þá er vængurinn hér. Hér er vikkelmunstrið. Ég gerði hnúta hér og svo er það fellingarnar hérna. Hnútar hjá mér hérna líka og öldurnar. Og hér var ég með lykkjusporið. Og hérna höfum við miðjuna og þá erum við búin með hluta 1 og hluta 2. Svona. Þannig það er í raun og veru komin einn vængur hérna á sjalið. Vængur til hægri, ef svo má segja. Þá er það bara næst hluti 3.